Það nota fyrstu mínúturnar af þessum tímum í að gera verkefni á töflunni, þetta teljanum mót, hvað var þetta, mót 10 teljaði sem við vorum að gera. Það átt að telja frá 0 upp í 9. Bara fara í gegnum þess að þið sjáu það, hafið það allan að geta borið saman við lausnirnar ykkar. Er það ekki bara góð til það? Ég fer ekkert rosalega hægt í það, þannig að ég veit ekki hvort þið hafið undan að glósa það, hann tekið mynd af því eftir og fylgst með, borið svona saman við gögnin ykkar í liðinni. Hefur við pröfað það? Hvað var fyrsta skrefið sem við þurfum að gera? Það var hringurinn. Það var einhver hringur sem við köllum stöðumynd. Og þetta eru, hvað átt hann að gera? Hann átt að telja frá 0 og upp í 9. Þannig að þetta eru einhverjir 10 hringir, ekki satt? Og hann átt að telja bara með hring. Og 0 og 0 og hvað þurfum við marga bita í þetta? 4 bita. Það af því að 1, 2, 4, 8 og 9. Tveir, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9. Þessi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9. Ok, þetta var skref 1. Þetta setjum við svo upp í stöðutöfluna, var það ekki? Það sem við erum að bransa með öll þessi Q, þetta er þá Q3, Q2, Q1 og Q0. Fyrir Q2, Q1, Q0. 2, 3, 4. Þetta er allar mögulegar fyrstu stöður og við getum meira að segja bara til að auðvitað okkur skrifa röðina hérna á desilmalforminu sem við skiljum ykkur betur. 6, 7, 8, 9 og lengra ætlum þau ekki. Þannig að þessar stöður hérna koma aldrei til greina, við lendum aldrei í þeim. Sjáum hvað við getum nýtt okkur það. Þetta er sem sé allar hugsanlega stöður og svo allar hugsanlega núverandi stöður og þá er spurning hver er næsta stað. Úr 0, 0, 0, 0, þá fer hann í 0, 0, 0, 1, exakt. Og þá skrifum við það. Og úr honum fer hann í 0, 0, 1, 0 og úr því fer hann í 0, 0, 1, 1. Og úr því fer hann í 0, 1, 0, 0 og úr því fer hann í 0, 1, 0, 1 og þaðan í 0, 1, 1, 0 og þaðan í 0, 1, 1, 1 og þaðan í 1, 0, 0, 0 og þaðan í 1, 0, 0, 1 og þaðan í 0, 0 aftur. Er þetta ekki bara ofureðlilegt allt saman? Þannig að nú erum við komin með stöðmyndina með núverandi og næstu stöðum. Og þá vantar okkur jóðinn og káinn. Jóð 3 og K3.
J2, K2, J1 og K1 og J0 og K0. Ok? Regluverkið, við munum það ekkert, þannig að við skulum bara búa okkur það til hérna. Pluss 1 og þetta eru J og K. Það var 0, 1, x, x og x, x er don't care munni. Þannig þetta er regluverkið okkar hérna. Og þá er bara að byrja að andavinna. Berum saman bitana, hvað þeir eru fyrir og hvað þeir eru eftir. Berum saman Q3 fyrir og Q3 eftir, Q2 fyrir og Q2 eftir og svo áfram þannig. 0 verður 0 og þá sjáum við það að þar setjum við 0 og x. Og 0 verður 0, það er áfram 0x og 0 verður 0, 0x og 0 verður 0, 0x. 0 verður 0, þetta er allt saman hérna þangað til að hér verður 0, 1 og það er 1x. Og 1 verður 1 er x0 og 1 verður 0, x 1. Þessar stöður kom aldrei, þannig að við megum bara setja x hérna í þetta allt saman. Þetta eru don't-care stöður sem okkur alveg saman hvernig koma út úr kannakortinu, því það er verða aldrei. Þannig áfram, 0 verður 0, 0 verður 0, þetta er svona hingað, 0x, 0 verður 1, það er 1x, 1 verður 1, x0, 1 verður 1, x0, 1 verður 1, x0 og 1 verður 0, x1, 0 verður 0 og 0 verður 0 og don't care alveg niður á. Q1 bitinn, að 0 verður 0, 0 verður 1, 1x, 1 verður 1, x0, 1 verður 0, x1. Ég vil láta mig vita ef ég gerir augljósa vitleysu. 0x, 0,1, 1x, 1 verður 1, 1 verður 0, x1, það er að byrja að draga manni aðeins. 0 verður 0, 0 verður 0 og x í restina. Og þá var það síðasti, 0 verður 1, það er 1x og 1 verður 0, x, 1 og er ekki einhver taktur í þessu. 0 verður 1, þetta er bara svona 1x, x1, 1x, x1, 1x, x1, þetta er ekki. 1 verður 0, x1, ok? Þá erum við komið með skref 2 og 3 og þá vantar við kannakortin, skref 4. Hvað er það mörg kannakort? 2, 4, 6, 8 kort með skú og 4 bita eftir, þannig að þetta eru bara, hvað þurfum að gera, plástur helling hérna. 1 hér og sem ekki
Ok. Þetta myndi vera Q3, Q2, Q1, Q0. Q3, Q2, Q1, Q0. Q3, Q2, Q1, Q0. Q3, Q2, Q1, Q0. Þetta mikil vinna. Þetta það. Já. Ég má ekki tala með þetta að gera. Q3, Q2, Q1, Q0. Þetta komið. Þetta er 8 stykki, 2, 4, 6, 8. Og við þurfum eitthvað að skýra þetta. Segjum að þetta sé bara J3 og K3. J2, K2, J1, K1, J0 og K0 hérna til. Púf. Þá erum við að byrja að raða inn í þetta. Þetta er J3 hérna, 0, 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 1, 0, 0, 0, 1 og restin X. Þessi er allt saman X hérna uppi. Svo verður hvað að gerast, það er 0, 0, 1 og restin X. Er þetta ekki rétt hjá mér í að það er 1 hérna í 1, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 1. Það passar. Þetta var K3, K2 er, hvað er hann? Þessi, þetta er J2. 0, 0, 0, 1, J2 og X, X, X. Og svo kemur 0, 0, X, X og X og X og X. Er ekki ennþá sammála? Ég er ekkert að fylgjast með. K2, þessi. Og 0, 0, 0, 1 og restin X. Þetta var K2. J1, hann er hér. Og það er 0, 1, X, X. Það er 0, 1, X, X. Og það er 0, 0, X, X. Og K1, hann er hér. X, X, 0, 1. X, X, 0, 1, restin X. J0 er 1X, 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 XX. Og þessi er X1, X1, er það ekki svona? Og X1 og restin X.
Ok, þá var þetta skref 4 líklega. Þá er að reyna að ná út úr einhverju viti. Hér er allavega einn svona. Við þurfum að ná þessum á sér. Það ekki verið einhvern veginn svona cirka. Hér þurfum við að ná þessum, getum ekki hann hér. Hér er eitthvað svipað á tengnum. Hér eru þessir ásar hérna, 4. Þetta er allt saman einnig. Hér er svona. Er þetta eitthvað svipað sem þið fenguð? Eða eitthvað aftur í sig, þá ég að stoppa. Er þetta hérna, þegar ég komin í vitleysu nokkuð? Löngu komin í vitleysu. Þetta er Q0. Q1 og þetta er Q2 svona í. Q2, Q1 og Q0. Þetta er Q0. Þetta er Q1, Q0. Þessi er Q3 ekki. Q0. Þessi heitir Q1, Q0. Þessi heitir sama á þessi Q0. Þetta er 1 og þetta er 1. Þannig að við erum með einhverja eins hérna. K og þetta var skref 5. Þá er bara að teikna myndina, hvar er við blósið við hana? Við tróðum henni hérna, neðst. 4 bitar. Þetta verður búið að stóst 1, 2, 3, 4. Flögum allt saman. Og þetta er J3, K3, Q3, J2, K2, J1, K1, J0, K0, Q0, Q1, Q2. Ok, J3, hvert á hann að fara? J3 á að fara í gegnum andlið, þriggja einganga andlið, Q2, 1 og 0. Svona. K3 á að fara í Q0. J2, Q1 og Q0. Andlið, J2, Q1 og Q0. Q0 og Q1. K2. Hvað er hann? Hann er eins, eða hvað? Þannig að við getum bara tengt á saman hérna. J1, Q3 ekki og Q0. Q3 ekki myndi vera hér. Við erum að tala um J.
og Hingað. Þetta er rosalegt. K1. Hann er í Q0. J0. Og K0 tengist bara hérna í pluss. Þetta myndi vera myndin. Hvað fenguð þið mörg andlið út úr þessu? Fenguð þið 3? 2 tvegginganga og 1 þrigginganga. ég bjó til miklu fleiri andlið að það er rétt virkni, sko. Já, það er þá vegna, þá hefur þið sennilega ekki einfaldað eins mikið úr gast úr karmaflokkanum. Það er líklega skýringin á því. Jú, ég einfalda alveg svo. En fékkst fleiri hlið? Já, ég fékk hérna, bara fleiri hlið. Það var allavega einhvern veginn tengdur með miklu flóknara, sem bara minnkaði út frá, sko, ég var alveg með að tvo. En þarna sjáum við, þetta er bara handavinna, ef maður fylgir hérna reglunum. Aðalvesinni þessu þarf að passa sig á hvað er stærsti og minnsti bitinn þegar maður er að gera þetta allt saman, svo maður sé að bera saman réttu hlutina. Og þá líka þegar maður tekur inn í kortinn og aftur að sjá hvernig maður notar þessa hérna, þessa reglutöflu.